Havari. Það held ég Pingjan heilsar þannig að fara þriðjudag. Þriðji áskrifta þáttur. Já, það er að koma haust. Það er að koma haust. Ég sá það í morgun. Já, það er nokkuð ljóst sko. Það eru bara einhverja 5-6 gráður sem taka á móti manni á mótnana sko. Já. Þannig að jú, haustið er að koma og ég fagna því. Ég er náttúrulega þrífst vel í myrkrinu. Já, þú talaði nú bara að haustið væri þinn svona uppáhaldsástíð. Já, í raun sko. Hvenær talaði um það? Bara henni fyrra þegar varst að koma 5 gráður, gera mig graðan. Það var það sem þú sagði. 5 gráður á hausti. Nei, ég er mikill haustmaður, vetramaður. Ég er svona þrífst vel í myrkri. Þú veist, ég vil helst hafa myrkur bara fram á hádegi sko. Já, það er nú eiginlega veturinn ekki. Nei, bestum fókus, jú, þú veist, veturinn. Þannig er kannski verstur á haustin. Hvað segir? Nei, ég er örugglega verstur á vorin sko. Búðingur í þér á hausti. Herru, segjum það. Það er Arnar Þór og Yngvi Þór sem eru með ykkur. Og eins og ég segi þriðji áskriftaþáttur, þetta er að fara vel á stað. Við viljum hvetja ykkur líka til að láta orðið berast. Að sjálfsögðu. Nú þurfum við að reiða okkur aftur á það. Já, þú veist að word of mouth sko. Það er það sem við þurfum að tryggja. Facebook kemur í ljós að Facebook-grúpan er ekkert alltaf góður svona miðlunar verðfangur ef þú ert að auglýsa eitthvað. Alltaf þegar við setjum link inn í Dýbund og Pingjan. Já, það eru bara 200. Þá er bara eins og Facebook segir, heyrðu, þessi gaurar, þeir fá zero publicity. Svo hendur við inn einhverju mynd og sprell og þá fer allt á stað. Af jómunni, það eru bara 1700 reach og Þannig að við þurfum að treysta á ykkur. En það er hardcore hópurinn, það er kjarninn, hann er mættur og við treystum á ykkur að dreifa út góðu orði. En þáttur dagsins, líkansrækta veldi Íslands, world class. Já, þú ert ekki að spara stóru orðin. Það er eiginlega bara rétt á sér. Já, það er engin líkansrækt sem kemst sko með tærnar þar sem þau hafa hælana. Nei. Ég held að það sé nokkuð augljóst. Og ég ætla nefnilega, þú þarna stalstu loka hrósinu mínu í minni yfirferð að bara ferð minn heiminn sem maður hefur farið, þú veist, ég var með líkansræktakort í Danmörku, Noregi, var enda með gym í Bandaríkjunum þegar ég var þar. Ég hef aldrei komist í neitt betra heldur en world class. Það er bara erfitt að finna erlendis stöðvar sem eru. Þetta er náttúrulega stórbrotu, ég held að við Íslendingar áttum okkur ekki á því með að við hvað við erum fá. Hvað við höfum það gott með svona líkansræktakeðju sko. Já, sammála því. Ég held að bara hlýtur einhvern veginn að vera sko að, þú veist, ein líkansræktakeðja svona per capita, þetta sé bara heimsmet á Ísland, þú veist, að þetta sé heimsmet hér. Já, hvað eru? Já, bara svona, þú veist, ég veit ekki, tekjur per capita eða eitthvað. Já, tekjur per capita. Það ekki. Og erum við mjög hái því capita? Já, þú veist, ég held að við erum fjandinn hafið það innan við 400.000. Já. Skilur, og þú veist, þetta er bara, það ekki það? Já, ég veit ekki, tekjur per capita, er það að tala um, ég meina að þú fer til Bandaríkjanna. Tekjur per líkamsræktarstöð per capita, er það svo áttu? Já, þú veist bara keðjan. Ég er að segja, farið til Bandaríkjana, þú ert með 1000 keðjur þar, skilur og enginn þeirra er að velta jafn mikið á haus, þú veist, eins og á Íslandi. Þú veist, þetta er óabyrt af mér, skilur en það kemur stórlega óvart að sjá ef að Ég er ánægður, þú klippir þetta ekki út. Nei. Þú fyrir öll að standa saman. Nei. Það er búið að breyta. Það er búið að fokk í beddunum okkar. Herru, það er búið að breyta engisbrettinu. Gula spjaldið á Albert Brynjar Ingason. Þetta eru þetta slæma fréttir. Já, við verðum að fá engisbrettin aftur sko. Já, við verðum að redda því einhvern veginn sko. Já, ok, býtu, er fleira hérna? Hvað er þetta? Það er bara búið að taka þetta. Það er búið að breyta öllu. Nei, þetta er ekki góða fréttir. Þetta er hræðilegt. Já, þetta er ekki góða fréttir. Við þurfum að skoða þetta og biðjumst afsökunar, kæru hlustendur, á þessu. En, já. Þáttur dagsins, world class. Þú kannski freymar aðeins betur þess að tekjur per capita. Já, ég er sammálaðir. Heyrðu, world class, ég er með nýtt. Núna alltaf, þegar við förum inn í hvern ásetning, þá verðum við að hafa rannsóknarspurningar. Það er það sem að við, til að svala þorsta okkar og hlustenda. Nýjung. Já. Og fyrsta rannsóknarspurning er náttúrulega þetta mál sem að umlykti þau, fjölskylduna, Björn og Dísu. Hvað, síðast einn áratug. Það var mikið afskrifað. Já. Ég er með skúp hér. Og Sigurður Leifsson, ekki glemma honum. Já, bróður Björns, kom inn á hlutahópina eftir. Númer 2. Hvað hafa verið teknar margar speglamyndir af gellum á klósettum í Vassi? Þú fórst í research hérna. Og þekki þetta betur en flestir. Það geta lesið það út úr ásetningnum einhvern veginn. Þetta er einhvern veginn bara svona önnukvæm mynd sem að maður sér hérna í hvað heitir hérna stækkunarglerið á sínu tíma. Það var bara, við náttúrulega þurfum ekki að auglýsa sig, sko. Þetta er svo þegar fólk var alltaf með helvitis nokkóið
auðlýsa Nokko bara hérna frí auðlýsinga og svo töff að vera að dekka Nokko í ræktinni. Ok, það var gaman að heyra hvað tölur voru með. Skulum sjá. Og svo var ég bara með hérna á lokum, hvað margir notendur og tekjur per stöð og svona hvernig rankaði við hliðina á sko, þau eru í sinnamarkanum. Er of mikið sagt að kalla sporthúsið og Reebok dvergana eða? Nei, það er bara við hliðina á World-class er það bara staðan. Það eru bara dvergar. Það er bara fakt. Bara little midgets. Já. Þannig að við ætlum svona að bera saman tekjur per stöð þar. Og svo ætlaði Arnar að segja eitthvað sniðugt síðan á eftir en kæru vinir, til þess að hlusta á það og restina af þessum þætti þá minnum við bara á partners.is/pingjan. Allir ársreikningaþættir eru í áskrift hjá okkur. Ekki spurning. Fyrir litla 1490 krónur þá ferðu þú inn á partners.is/pingjan og hlusta á restina af þessum þætti. Njóti vel. Joina the force of pingjubandalagið. Já. Sértu velkomin. Stjórnmálaflokkur fyrir siðgæðinga. Sammála því.